Þetta er verkefni 1 í Excel. Þið opnið Excel, fáið auðan skjá sem skiptist í dálka og línur og eru svona svo rúðustrikablað í reikningsbók og þið eiga að slá inn tölur og texta sjálf. Og ég ætla að byrja hér á að slá inn samlagning og ég ýta á Enter og skrifa sölumaður. Síðan ýti ég bara á örvarlykilinn eða smelli með músinni í hólfið B2, skrifa janúar, febrúar og samtals. Og eins og þið sjáuð að þá fer orðið samlagning yfir í B-dálk af því að A-dálkurinn hann er ekki nógu breiður fyrir orðið en þá flæðir það yfir í næsta dálk. Orðið sölumaður, það er alveg, kemur hér, en það klippist af því að það er texti hér. Þannig að þið getið breikka dálkana handvirkt eða látið Excel breikka þá eins og þarf. En ég hef búin að vista skjalið undir heitinu núleit byrjun og nú ætla ég að gefa síðunni heiti. Tvísmelli ég hér á og skrifa grunnaðgerðir. Og síðan ætla ég að fara í Page Layout og Page Setup. Það er lóðrétt snið á blaðinu. Hérna í Margins þá haka ég við kassana hér til að miðja verkefni lárétt og lóðrétt á síðuna. Ég breyti yfirleitt ekki spássíu. Þetta bara gera þetta svona. Þetta er custom header, skrifiði áfangaheiti og síðan skrifiði nafnið ykkar og skóla. Það er engin lína undir haus eins og í Word. Og hérna í custom footer á vinstra megin setið sjálfvirkt heiti skjals, insert file name og hægra megin þá setið insert sheet name hérna. Það kemur bara hérna file og tab og OK. En þið sjáuð það hér núleit byrjun og grunnaðgerðir. Hérna í sheet er ágætt að hafa hakað við gridlines. Það eru hnitalínurnar, þær koma þannig í útprentun. Ég segi OK. Svo haldið þið áfram að skrifa inn tölur og texta. Ég er búin að flýta hérna aðeins fyrir mér og skrifa hér inn tölur og texta og þið sjáu að þetta passar varlega að breikka aðeins meira og síðan ætla ég að miðja aðalfyrirsögnuna, fjölmiðja yfir hólfin. Ef ég smelli hér á miðjuskipun þá miðjast það bara inn í A-dálki A1, en ef ég sjá bendillinu svona feitur kross dreg ég hann hér yfir og smelli hér á Merge and Center og ég ætla að hækka línuna og miðja fyrirsögnuna upp á línu, stakka letrið og feitletra. Stakka það í 12 punkta hérna, eins og stendur í bókinni. Ég ætla að hækka þessa línu aðeins líka og ég ætla að feitletra fyrirsagnirnar og þar ég að breikka þessa dálka aðeins. Svona. Og eins og þið sjáuð að þá lendir textinn hérna vinstra megin en tölurnar hægra megin. Þannig að ég ætla að hægri stilla hérna og síðan ætla ég að móta aðeins, þannig ég smelli hérna í A-dálkinn, smelli hér til að setja inndrátt frá vinstri og hér ætla ég að setja inndrátt frá hægri. Það er hérna í Alignment, vöruna hér og vel Right Indent 1 og OK. Þá stenst þetta allt saman á hérna. Ég ætla að setja ramma hér utanum og línu undir hérna bottom border og hækka þessar línur aðeins. Ég ætla að sýna ykkur í öðru myndskeiði hvernig þið setjið inn
þúsunda punkta og setjið inn formúlur og restina af textanum og tölunum sem þið skrifið inn sjálf líka. Þannig að nú ætla ég að vista.